Komið sæl og velkomin að skjánum. Þetta þátturinn Öryrkjaráðið á Samstöðinni og ég heiti María Pétursdóttir og hjá mér eru í dag tveir góðir gestir. Það er hún María Gunnlaugsdóttir, uppgjafa hjúkrunarfræðingur og öryrki og Einar Þór Jónsson, lýðheilsufræðingur og formaður Geðhjálpar, fyrrum formaður HVV-samtakanna. Mér langaði svona aðeins að rappa við ykkur svona geðheilbrigðismál og ástandið í samfélaginu út frá því. María, svo við kannski byrjum á að spjalla þess við þig. Uppgjafa hjúkrunarfræðingur. Þetta mér finnst þetta svolítið sérstakt. Hvernig þú finnir þig sem uppgjafa hjúkrunarfræðing? Já, þetta náttúrulega svona hálfpartinn í gríni og ekki, en þetta svona þegar fólk hefur gengið einhvern ákveðinn veg og það er búið að ganga sig upp á hnjám og það kannski eftir að það starfar við tiltekna starf og þá eins og til dæmis hermenn segja ég uppgjafa hermaður og þá kannski á þetta bara ágætlega við. Mér finnst það sko, ég veit ekki alveg hvort ég segja ég sé hjúkrunarfræðingur af því að þá og það eru fleiri minni stöður sko sem eru hættir að vinna eða öryrkjar. Að maður hefur náttúrulega reynslun á menntun en maður er ekki í starfi. Þannig að mér finnst þetta bara passa ágætlega. Þú ert í eins og Þuríður Harpa, formaður UBÍ, hefur stundum talað þetta svona tölfræðina sko, algengasta orsökin fyrir örorku er bara burnout á vinnumarkaði og þá oft einmitt konur í umönnunarstéttum. Já, ég hef séð svona umfjöllun og sem sagt þessa staðreyndir teflt fram og ég held að eigi bara alveg við, passar alveg mjög vel við þann heim sem maður þekkir sko og að einhvern tíðan sagði mig sérfræðingslæknir að hjúkrunarfræðingur og sjúkraliði væri bara á færibandi, kæmi til hans á færibandi og það er sko hnén og mjaðmirnar og axlirnar og allt að gefa sig svona eftir ákveðinn aldur, eftir 50 og en þetta passar líka vel við það sem að Öryrkjabandalagið hefur gefið út svona statistík að það eru mikið af konum og það er eftir ákveðinn aldur, það er eftir 40-50 ára, það er stoðkerfi og geðheilsa sem að er náttúrulega bara á sér bústað í tauga- og heilakerfi og það er líka á þrotum, þetta kulnun er bara það helst í hendur. Líkamleg heilsa og þessi heilsa sko og þetta passar alveg við mína sögur sem starfandi hjúkrunarfræðingur þegar ég var starfandi að það var svona mikið álag ótrúlega mikil vinna bara ótrúlegt ástand það sem að var ekki ég frétti núna það er náttúrulega alltaf svona matatímar og hvíldartímar á vinnutíma til umræðu og ég sko veit ekki alveg með núna samningarnir sem er núna þetta hljómar ekki vel eða eins og tala að taka af matatíma sko það er sama þú myndir fá 100 skall fyrir að sleppa matatíma þú myndir aldrei sleppa því að missa heilsuna ef þú ert þannig í 10, 20, 30 ár. Þú ætlar bara að ganga stanslaust 8-9 klukkutíma án þess að hvíla þig, án þess að nærast. Þetta er mjög vond skref í öllum samningum. Verða allir að fá hvíld og næringu. Alveg sama hvort það er verið að borga fólki fyrir að sleppa eða ekki. Það á bara að fá. Ég var einmitt að byrja að hlusta á hljóðbók bókina eftir hana Ingu Daníu Eydal, konan sem datt upp stigann og hún er einmitt að tala hana í þessari bók sko og þú veist, þegar hún hættir að sjá samasemmerkið á milli þess sem hún lærði að menntaði sig til að hjúkra og vinnuna, þú veist, þegar vinnan, það er alltaf verið að hagræða, það er alltaf verið að gera vinnuna erfiðara að láta fólk hlaupa meira og meira. Já. Og streitan alltaf samhliða því alveg vex og vex. Já, og það fer mikil tíma og orka í það aðlaga sko það sem að maður hefur lært
og það var ágætis lærdómur og það var ágætt nám í sjálfu sér, en það náttúrulega miðast ekki við íslenskt samfélag. Miðast við, trúi ég, einkarekin mjög rík og góð sjúkrahús í Bandaríkjunum og frábæra bandaríska háskóla sem náttúrulega góður það sem peningurinn og þá þróast góðir háskólar. En það taka ekki mið af veruleika lágstétta eða tekjulítilla og öryrkja. Og þegar maður fór að vinna hérna í íslenska heilbrigðiskerfinu þá fór bara töluverð tími í það, sem sagt alltaf samhliða vinnunni, það var alltaf hvernig á ég að samræma það sem ég hef lært við íslenskan veruleika. Það var bara strax fljótlega þurftum að fara að takast á við það og það var alltaf þannig og þannig að ýmsar hugmyndir alls konar kannski að með taka þátt í einhverju í þessu samfélagi að bæta kjör sjúklinga og bara taka þátt í að bæta heilbrigðiskerfið að það svona sökk svona niður á mælinum bara þessi vonum að geta tekið þátt í því það er alltaf verið að skera niður og alltaf verið að spara og alltaf að minnka mönnun og oft starfar hjúkrunarfræðingar einir, það er engin við hliðina á þeim. Já. Ég þekki það mjög vel, ég þekki það miklu betur eiginlega heldur en að starfa með mörgum öðrum. Já. Þannig að maður er svona einn á báti og hefur ekkert í neitt að sækja baklandi í vinnunni. Svo er alveg gríðalegt álag náttúrulega bara núna á hjúkrunarfræðingum. Já. Erum við að fara að sjá að koma inn bara í börnáti í hrannum? Ég er búin að hugsa svolítið þegar ég var að sjá þetta er nú yfirleitt yngri hjúkrunarfræðingar sem eru, og ég þekki það eru svo fullar af góðum vilja, það er svo mikið mótivasjón, áhugahvötin hún bara brennur inni í þeim og þær ganga svolítið á þessu og ég hef bara, þegar ég horfa á þetta sjónvarpið að lesa þetta, þá bara hellist yfir mig þreyta þar sem ég sit í stólnum heima, ég upplifi bara mikla þreytu. Af því að þetta náttúrulega ýtir á einhverju taka í mér að ég man eftir hvernig þetta var þó ég hafi ekki farið í gegnum svona að vinna í farsótt en ég stend bara sjálfur með að ég hugsa svona og nú þær verður að komast í almennilegt frí, það verður að komast í bara margra vikna frí á sólarströnd þegar þetta er allt yfirstaðið. Þessum hafa engar bara lausar og allar áhyggjur og allt öll átök og álag. Og ég vona, eða þær, ég ætla að segja þau. Afsakið mig. Ég vona að bara heilbrigðisstarfsmenn komist í virkilega gott og langt. Þau verða að gera það. Já, svo vona á að líka náttúrulega þessi samningar, nú rosa reiði held ég út af samningunum. Já. Eins og þeir líti út í dag allavega, að þeir verði bættir. Einar, hvað segir þú? Allt og flókir. Jú, ég bara hlusta og tek bara undir þetta sem María er að segja. Ég er þroskaþjálfi í grunninn, sem er svona kvennastétt. Ég held að við séum 5% kallarnir af þroskaþjálfum, og ég vinnur svo mikið með konum og ég veit að það er mjög hátt hlutfall kunnunar í þessari stétt og bara mjög margar sem hafa þurft að fara inn í virk og svona. Og það sem að mér finnst líka, ég er lýðheilsufræðingur og lærði svo tók diplómanám í jákvæðri sálfræði. Og mér er svo áhugavert hvað er orðið mikið samt þekking á þessu kulnun og svona björgunarleiðum og bjargráðum þið vitið og þú takir svona sinni heilsu og fari í hugrækt og vinni áfram en það er ákveðnum hópum sem er miklu hættara og þetta er bara beintekking við geðheilbrigði í okkur og líka þá hvernig við fyrirbyggjum og svona að vita hvað fólki er hættara við eins og fólk sem hefur lent í mörgum áföllum og fólk sem hefur átt dálítið svona erfitt líf og fólk sem er fátækt og öryrkjar og vissir hópar og þroskaþjálfar sem vinna mikið svona algjör umönnun og störf og kennarar og hjúkrunarfræðingar
að hvað hægt að sko, já, gera og hverju þetta svona, þannig að maður svona, en svo núna þegar ástand eins og og það bara allt samfélagið upp í loft og undir og einhvern veginn, það maður svona áhyggjur af því að svona þættir sko verði útundan og eftir sko, þannig að við þurfum að súpa seinir af þessu öllu næstu árin að við sinnum ekki þessum þáttum núna í þessu ástandi. Ég hugsa sko að ég alltaf svolítið spyrjandi og svona má segja ég sé svolítið á móti því að sé mikið gert af því að hetju og hugtakavæða heilbrigðisstarfsmenn vegna þess að það á sér sko það afleiðingar að fólki finnst að þurfa að standa sig í stykkinu. Það má þá ekki vera sko bara hreinlega, það má ekki gefast upp og af því að það svolítið mikið pressa. Það svolítið mikla væntingar og eins og ég kannast við þessi svona það sem ég kalla hetju og engla hugtakavæðinguna að það kannski nýtist, það þarf að nýtast fólki þannig heilbrigðisstarfsmönnum að það sé mikil stuðningur við kröfu bætt kjör og að því að það á að vera aðalmál þá þessi krafa bætt kjör og annars getur þetta svolítið eins og ég þekki nefnilega þetta kerfi þannig að við höfum stundum talað það þegar ég var að þetta svolítið misnotkun á gæðum af því að allir vilja vera góður, allir vilja hjálpa og allir vilja, enginn vill vera latur eða bara yfirgefa staðinn eitthvað, allir vilja leggja sitt af mörkum en það ekkert sem að þetta nýtur ekki mikillar umbunnar og það kemur alltaf hvað eftir annað í ljós hvað heilbrigðisstéttir eru nauðsynlegar en það ekki samræmi á milli þess og umbunnar sem að ég myndi segja helmingurinn fær. Það alveg náttúrulega en helmingurinn fær ekki og kjör eru ekki bara fjárbæðir heldur það líka aðstæður í vinnunni sem oft alveg mjög slæmar. Vinnuaðstæðan bara hræðileg stundum. Veist að Marja, má ég skjóta inn í þetta? Ég hef unnið sem þroskaþjálfi inn á sambýlum og búsetu og í mörg ár og á vöktum og vera yfirmaður og svona. Og maður fer alveg inn í líf fólks og ég hugsa að ég vinnur svo mikið, ég hef svo mikið í félagsstörfum og svona sjálfboðavinnu í mannréttindasamtökum og félögum í gegn tíðina sko. Og svo þegar maður var í þessu að maður vann svo gríðarlega mikla sjálfboðavinnu. Þú veist, bara í kringum vinnuna sína. Þú veist, þá tók alveg fólk í fangi og þetta voru, þú veist, þó maður verið með háskólamenn, þetta voru svo léleg laun og ekkert metið það sem maður var að gera því að, eins og ég segi, þetta ekki bara 9-5 vinna, sko, þegar maður í svona. Og já, og það að gera miklu meira því að tala þetta og ég veit ekki hvernig þetta hjá ykkur hjúkrunarfræðingum því þið tæki kannski mjög bara ákveðna vaktir á spítalinu, stimpli ykkur inn og stimpli ykkur út, sko. Og Ég til dæmis oft til 5 þó ég ætti að vera til 4. Það var venjan, það var reglan, sko. Ég var til 5 en ekki 4. Já, það var. Ef það var á morgunvakt, svo náttúrulega alls konar vaktir og maður sleppi eins og við vorum að tala matartíman áðan, maður sleppi þeim yfirleitt, sko. Það var meiri regla á hjúkrunarheimilum, þá var fastarkerfi og þá var sko reglur, þessi hópur fyrir mat núna, svo kemur hann og þá fyrir hinn hópurinn, miklu meiri reglur á hjúkrunarheimilum af því að það líka meira svona undir heimilis, sko bara viðhorf til að þetta var heimili en spítalinn meira svona eins og sé bara verið að redda málum í styrjöld eða einhverju og allir að hlaupa og þá sleppti maður eiginlega alltaf matatíma. Marja, eigum að vera best, því að eigum að vera best, og þú veist, ég hef alltaf í raun og verið láglaunamaður, þó ég sé háskólamenntaður. Svo á mínu gömlu vinir sem fóru og lærðu iðnamenn einhverju fyrirtæki eða viðskiptafræðingar eða að vinna, þú veitir. Það allt fólk sem miklu hærri laun en ég hef alltaf haft. Og þetta ógeðslega óréttlátt
Þetta náttúrulega mjög óréttlátt. Mikilvægustu stéttirnar. Við erum að sjá þetta rosalega skýrt núna í þessu COVID-ástandi. Og þetta eins og bara með hjúkrunarfræðingarna samningslausir og umönnunin og inn á hjúkrunarheimilunum þar sem aðstandendur með ekki koma í heimsókn og þetta einhvern veginn, þetta alveg gríðarlegt álag á þetta fólk náttúrulega núna sérstaklega. Algjörlega. Þetta líka vítarhingur vegna þess að því verri kjör, því færri vilja vinna og því minni mönnun og því sko að ég held að eins og ég þekki til hjúkrunarfræðinga og annar heilbrigðisstarfsmenn við ofta vinna á við tvo, erum að gera tvo hluti í einu, alla vaktina. Annarkvort að maður er að skrifa eitthvað, taka síntöl á sama tíma og sjúklingur aðstandandi að koma og tala við maður. Sko. Það er alltaf tvennt eiginlega, meira og minna alltaf tvennt í gangi. Maður veit ekki hvað, þetta er eiginlega að vinna bara eina vinnu og við friði. En mér langar aðeins að fara inn á Einar varðandi geðhjálp, þið að, nú veit ég að sko að það var náttúrulega 17 línan sprakk alveg í tætlur og ég veit að velferðarráðuneyti hljóp eitthvað inn til baka þar og bætti við og búið að bæta við alveg gríðarlegum fjölda sjálfboðaliðum. Þið eru með einhverja aðstoð fyrir fólk, getur það hringt inn í geðhjálp? Já, það er mjög virk ráðgjöf hjá Geðhjálp og það búið að auka við hann alveg, það er komin annar ráðgjafi og það er bara að hringja og það er hægt að fá netspjall líka og það er líka hægt að koma og þá bara halda ákveðnu fjalla og spjalla og já, það er búið að setja heilmikið auka power í þetta sko. Já. Ég sá að í svona fyrsta aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar þá var eitthvað fjármagn í geðbatteríin, þar sem var svona eitthvað deilt niður peningum á einhver félög. Já. Það væri eitthvað hægt að fara að gera, en maður velti fyrir. Sko, í þennan stuðning og ráðgjöf sem verður auka og já, og ég bara svo sem ekki að svara þarna, sko, þannig að ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig þessi hópur er samansettur en ég held að þetta sé bara allavega, bæði fólk sem hefur glímt við gera vandamál áður eða hvort þetta er aðstandendur eða bara einstaklingur út í bæ sem eru bara í áfalli og líður illa núna. Já. Skilur hvort þetta er einhver fyrrverandi notendahópur eða það er áhugavert að sjá það síðan hvernig það er, sko. Já. Það er eitthvað sem kannski ekki hægt að skoða fyrir svona eftir að við erum... Nei, allir það er eitthvað að segja það núna hvernig það er, sko, það er bara að taka það saman síðan, sko. Já. Nú tala María að hún upplifir með trigger á svona, bara að horfa á hjúkrunarfræðingarna triggerið til þreytuna. Ert þú að finna fyrir einhverjum trigger á varðandi eðni faraldurinn og þannig faraldur? Alnæmisfaraldurinn. Þú kynntir mig áðan ég væri fyrrverandi formaður Háskólasamtakanna. Ég er raunverulega framkvæmdastjóri. Já, framkvæmdastjóri, fyrirgefðu. Jú, þetta sko, það sem er að gerast núna í þessu veirufaraldri með ákveðin ótti og svona uppnám sem er núna, það minnir ónefnilega á þessar hörmungar sem voru þarna miðjan 9. áratuginn. Þegar við ákveðin svona og sérstaklega samkynhneigðir menn vorum að greinast með HIV. Fólk vissi ekki nákvæmlega hvað það var í byrjun og það var bara mjög mikið ótti og þetta var alltaf öðruvísi veira og smitast öðruvísi en það að fá HIV í þá daga, það þýddi í raun og veru bara dauðadómur. Það var ekki hægt að lækna það og það var mjög mismunandi hvað menn gengur lengi með veiruna þannig að þeir fóru að veikjast og deyja, sko. Þannig að já, ótti núna og þetta allt saman það minnir á, en það er aðri tímar og ég þökkum bara fyrir að við höfum interneti í dag. Já. Og þennan samskiptamáta sem við höfum og allt sem við getum gert til að fá upplýsingar og aðþreying og nám og allt í gegnum tölvuna, sko. Þú veist, þetta sem ekki var fyrir 35 árum, 40 árum, sko, þegar ég er ungur gay gæja að fá HIV og svona, þú veist, þetta var alveg bara ferlegur tími, sko. Þannig að, já.
Já. Erum við, hvernig, nú er ég að velta því fyrir mig líka bara, ég var búin að sjá þau einmitt, þú hefur verið að heimsækja manniðinn inn á hjúkrunarheimili og gluggann og allt þetta. Erum við að bregðast nú vel við? Erum við að passa upp á viðkvæmu? Við erum að passa upp á gamla fólkið, erum við að passa upp á alla þá hópa sem að flokkast sem viðkvæmir hópar? Hvernig, erum við að passa upp á gamla fólkið? Vistu það, mér finnst íslensk stjórnvöld og sóttvarnayfirvöld vera búin að bregðast alveg óskaplega vel við og gera þetta vel og þetta bara fallegt í raun og veru hvernig þjóðin öll leggst að þessa sveig og svona. Svo ég bara svo eitthvað skrýtin, ég verði að segja það sko að svona aðgerðir eins og að einangra fólk algjörlega frá sínu nánasta aðstandandi og svona það að gera þetta með alls konar hætti og ég er búin að vera ósáttur við þetta og hef verið að tjá mig það í fjölmiðlum. Og ég er ekkert einn í því, það fullt af fólki það sko, en svona þetta og það þýðir ekkert að vera með neitt mótþróa í því, bara móti líður þetta hjá. Mér finnst það að tekið mikið af okkur sko, en síðan finnst mér í öllum þessum aðgerðum allt sem gengur á, bæði hér og út allan heim, við munum nú örugglega sleppa betur frá þessu hér á Íslandi heldur önnur mörg svæði, að við þurfum líka alveg leyfa okkur að tala fórnarkostnaðinn og hvaða ástand skapast af öllum þessum aðgerðum gegn veirunni og hvað kostar það í raun og veru ekki bara hagkerfið efnahagslífið heldur í formi áfalla og aukinna vanlíðunar meðan fólks og við bara sjáum það strax og það er ekki bara hér, þetta er heimi. Það snarlega aukist heimilisofbeldi, það er sjálfsvígum fjölgar bara mjög og það er búið að myrða fólk hér og alls konar hlutir að gera sem að hægt að tengja og fíkniefnaneytendur, fólk sem í erfiðleikum þar og tvígreinda fólkið með fíknisjúkdóma og geðsjúkdóma, þú veist, þetta er alveg gríðarlegt bara, já, og það er bara mjög margir sem vilja ekki lifa þetta af. Nei, það er einmitt. Mér langaði einmitt að koma aðeins inn á tvígreinda fólki líka, fólki með tvíþættan vanda, því nú veit ég það að bara mjög snemma í þessu ferli þá lokaði allt apparatið upp á geðdeild og fólk sem var í meðferð eða var að klára meðferð eða var ekki alveg búið að klára meðferð, það var bara útskrifað og átti bara einhvern veginn að sjá sig og ég veit alveg tekki dæmi þess að þetta fólk bara hefur fallið í sinni áfengismeðferð og líður mjög illa og hefur ekki... Það er mjög margt þannig núna. Já. Og það er mjög erfitt að ná í fíkniefni sko og þessi hörðu efni og örvandi efni eru bara ekki til í landinu. Nei. Og það hefur skapast bara heilmikið erfiðleika vegna þess og því líka, já. Það er oft sem að einmitt svona smitsjúkdómar koma verst niður á og önnur áfall yfir samfélag koma verst niður á þeim sem að standa höndlust á fæti. Já, og þetta við sjáum þetta bara, til dæmis það er ekki 100 ár síðan að berklarnir voru náttúrulega, fólk var líka hrætt við berkla eins og sögurnar eru bara mjög minnastundum á það sem fólk er að segja í dag. Eins og ég man eftir því að barn kom í verslun og þá var ekki út af því að fólki sem bara kúnnarnir vissu að það voru berklar heima hjá þessari stúlku og mjög sárar svona minningar hjá fólki þar sem að það var allir hræddir við smiti sko. En berklabakterían lifði betur í litlum, þröngum og rökum húsum. Þannig að þá kom það náttúrulega fram að þeir sem áttu sko ekki bara höfðu slakan fjárhag og slæm húsakynni og voru fátækari og veikar fyrir, þeir náttúrulega urðu frekar fyrir berklabakteríunni. Þó að hún gæti stungið sér upp allstaðar, þá náttúrulega stungið sér niður allstaðar, þá var það samt greindin. Já. Svo einmitt það var, Vífilsstaðaspítali var kominn þegar, og það var fullt af berklasjúklingum þegar spænska veikin kom 1918 og það var aldeilis ástand í samfélaginu þá, því að það var verið að verja þá líka og
þetta slit á milli ættingja og vina sem í gangi núna, og það á sér svona samsvörun þar að það eins og flestir vita, kannski sem eru komnir yfir miðjan aldur og heyrt sögurnar hvernig fólk var bara sett í þarna á Vífilsspítala var meira og minni lokaður og sérstakur heimur sem hann var ekki formlega lokaður en það var samt einhvað síður sérstakur heimur. Og börn og nánustu ættingjar voru, og það var slitið í sundur. Það var hræðilega svona gamla svona sorgarsögur, það var erfitt hjá fólki hérna í dag, og svo áttum við okkur á því kannski núna á tímum veiruna, þá getum við svona kannski sett sig aðeins inn í hvað fólk þurfti að eiga við hérna í gamla daga, hugsaðu ykkur. Með öll þessi fátækt og öll þessi börn og alla þessa sjúkdóma og barnasjúkdóma og alveg bara, þú veist, amma til dæmis, hún misti 3 systkini sín og barnaveiki og það voru berklar á heimilinu og allt bara, vinkonur hennar dóu úr berklum og þú veist, þetta var alveg ótrúlegt, sko, þegar maður hugsar það. Svo bara í dag, þá getur við að því við, sko, ég náttúrulega lenti í þessu HIV og því, ég held samt að kynslóðin hérna við bara, og ég aðeins heldur þetta kannski að hérna, við vitum ekki hvað þetta Þú veist, við erum búin að hafa það svo gott allan tíð, skiljið þið. Já, allavega ekki í þessu mæli, sko, í nútímanum, því að þetta sem ég var að tala að var síðustu öld og það eru flesti svona horfnir sem voru þáttakendur því, sko, eða þurftu að þola það, sko. Og bara allra elsta fólki sem þekkir það, sko, núna í dag, en kynslóðir sem eru núna að, sko, fremst í þessu samfélagi og mest ábyrrandi og stærstar og þær þekkja þetta lítið sem ekkert, sko. Sko, það sem mér finnst líka núna, og ég að velta fyrir mér að ég nú þannig í Geðhjálp, sko, að þar hefur verið mikið svona, mikið baráttumál að vinna gegn allri nauðung og þvingun í meðferð á geðhjálparfólki og þvingaðar í lyfjameðferð og slíkt. Og ég þekki þetta líka á smitsjúkdómalögunum, sko, frá því að þegar gamla daga ef ykkur hélt að ykkur hafa þjákvæður og ekki bara út í heimi, sko, að hann var ekki að haga sig nógu vel og var ekki nógu ábyrgur, þá var þetta sveittan og stingunum inn. Og ég núna, þegar fólk eiginlega, sko, á tímum veirunar, þá bara alls konar lög og reglur settar og þú verður að fylgja því og þetta verður, og hvort sem það hafi verið að rétta á einhverju þjónustu sem bundin samkvæmt lögum, þá þetta að ýta því öll út á borðinu. Og mér finnst að við þurfum að líka eftir þetta allt saman, því nú erum við bara að klára þetta veirumál. Svo þurfum við að velta fyrir okkur hvernig þetta er allt gert og ég segi, er það mannréttindi, hvað kemur fyrst? Og síðan aðgerðir sem eru til að vernda þjóðina og skapa öryggi, eða hvað koma fyrst, skiljið þið? Þú veist, það virðist vera hægt að gera og þá er það sama og þegar, þú veist, eins og sáttmála Sameinuðu þjóðanna með réttindi fatlaðs fólks, 28. greinin sem einmitt þetta að þú eigir bara, það er sem mannréttinda þáttur, sko, í öllu okkar lífi, sem svona grunnurinn að öllu og síðan aðgerðir, en ég finnst eins og það setja alltaf svona, það er öryggi þjóðarinnar, eins og væri bara á stríðstíma með eitthvað, þá bara eitthvað sett og þá þarf ekki að hugsa mannréttindi, sko. Já, hvað segir þú, María? Það var í sambandi við einangrun í heimahúsum og þetta hittast ekki, eða fara á viðburði, eða ferða lög eða halda upp á eitthvað og þess aftur og að nú hefur verið mikil svona samúðarbylgja bara allra í samfélaginu og þeirra sem koma fram í stjórnun þessara viðbragða í faraldri og þá alltaf, finnst mér að eins og oft áður og það er bara ákveðin stór hópur ávarpaður í þessu samfélagi og sá hópur, það er bara ekki sumir hópar. Og ég held að það sé komin tími til að ræða þetta og ég vildi óska að hún Þuríður Harpa fá að koma á fund með Víði Þórólfi og Ölmu og ræða til dæmis aðstæður öryrkja og það er ekki bara öryrkja, það eru margir aðrir sem eru
afskekktir og ekki og hafa líka verið lengi án þess að njóta nokkura athygli eða samlífunar eða stuðnings og hvatningar. Það náttúrulega fólk sem fátækt og öryrkjar og þeir sem hafa slæma heilsu og fátækar barnafjölskyldur til dæmis, að þær eru heima með börnin hvort sem og hafa verið í árarafir og það fullt af fólki sem hefur ekki getað farið á viðburði út af fátækt og heilsuleysi, ekki ferðalög eins og ég sagði áðan og það þetta ástand, það sem verið að tala allir sér heima núna og fá mikla svona umræðu og nauðsynlegt að það sé stutt við fólk og þess áttar. Það var aldrei talað það að það væri nauðsynlegt að styðja við fólk sem heima út af fátækt og veikindum eða langvarandi heilsuleysis og öryrkjar. Og þetta ekki bara einstaklingar sem eru heima, þetta náttúrulega fjölskyldur og það eru atriði sem snerta allir fjölskyldunum. Það þarf bara kannski að vera einn sem ekki með fulla heilsu. Og það bara fólk sem nú á fólk að fá samlífun og stuðning sem eitt heima. Ég búin að vera svona 10 ár eða 20 ár eða eitthvað. Og þetta kallar á vissa reiði og sársauka hjá mörgum. Og þau vilja kannski að segja eitthvað réttlætt og sanngirni í gangi en það það ekki það ákveðin hópur sem kannski hefur ekki þurft að líða mikið sem mjög hissa núna á því að þurfa að hætta öllu sem það vant að gera en það bara þúsundir manna sem hafa aldrei náð því að gera það sem maður langar að gera og búa við þessa félagslegu sóttkví og fjárhagslegu. Látum þetta vera loka orðin. Ég þakka ykkur alveg innilega fyrir spjallið og þakka fyrir áhorfið og ég minni á síðun okkar Öryrkjaráðið á Facebook, þannig að ef þið viljið taka þátt eða vera með innlegg í þáttinn þá hafið samband. Takk. Takk fyrir. Takk.